Já, það sem að efni erindis í dag annars vegar spendýr og fuglar á þessu svæði sem stundum kallað mýrar eða Borgarfjörður Mýralöngufjörur og þetta eitt af þessum svokölluðu alþjóðlega mikilvægu fuglasvæðum og þau hafa verið skilgreind á alþjóðavísu áratugaskeið og byggja svona á svona tiltölulega einföldum reglum, þar að segja það oft miðað við það séu 10.000 varphör eða 20.000 fuglar eða einstaklingar eða þá að séu ræða 1% af stofni viðkomandi tegundar. Þannig að það eru svona tiltölulega skýr tölu viðmið sem notuð til að afmarka þessi svæði. Og þessi svæði geta verið mikilvæg fyrir ýmsa fuglastofna, það geta verið sjófuglavörp eða fargestir, vetrargestir, fuglar í fjaðrafelli en það sem sagt tiltölulega getur fjölbreyttar ástæður fyrir vali svæða og sum uppfella reyndar næstum því allar helstu skilgreiningarnar og það á til sviðum mýrar sem er mjög fjölbreytt og mikilvægt fyrir margvíslegar fuglategundir. En það hafi verið skilgreint hér á landi 120 alþjóðlega mikilvæg svæði og tæplega helmingur þeirra var skilgreindur áður og kannski annaðhvort friðlýstur eða náttúruminjaskrá eða votlendisskrá. Og þau dreifast nú vítt landið, það tiltölulega mörg eins og við sjáum þarna á Vestfjörðum, það eru fyrst og fremst vegna stóru sjófuglabyggðanna. En mýrar og Löngufjörur, Borgarfjörur eitt þessara svæða og þau fjallað annars í nýlegri skýrslu sem kom út á vegum Náttúrufræðistofnunar árið 2016 og þar nýtt mat á öllum fuglastofnum og eins eru þar að finna yfirlit hvert og eitt svæði og mýrar þykja svo merkilegar að þetta sem við kallum mýrar Löngufjörur að það eru 3 síður það því það er annars vegar fyrsta lagi það sjófuglasvæði og svo það fjörusvæði og svo það vatnasvæði þannig að það eru lýsingar á hverju svæði þessari bók og sagt frá því hverjar eru forsendur fyrir valið þeirra. En þetta svæði sem nær semst frá mynni Borgarfjarðar og vestur mýrar og yfir Löngufjörur og vestur í Staðarsveit og það eru mikið votlendi og grunnsævi og fjörur sem eru forsenda fyrir þessu mikla fuglalífi sem þarna að finna og fjörurnar þetta sjást nú ekki á þessari mynd, þetta eru traðir í Hraunhreppi, það eru víðáttumestar þarna í þessum gömlu hreppum þarna sem eru kenndir við mýrarnar en síðan líka gríðarlega mikið af mýrum eins og nafnið bendir til. Þetta eru reyndar líka til svokallaðar sjávarfitjar í grennd við Lambastaðamýrum og þetta eru víðáttumikil svæði sem að fuglar nýta á ýmsum tímum og grunnsævi og fjörurnar árið kring en svæðin til landsins þá frekar frá vori og fram á haust. Og síðan eru öll þessi fjölmörgu vötn, stöðuvötn og tjarnir sem eru þarna allt og sumir þeirra hefur raskað og þau eru nú frekar ekki mjög lífrík þessi vötn svona með sem gengur og gerist en það hins vegar mikilvægt fyrir sem varpland og það geggjulegt þar alveg þýðingarmiklu hlutverki. En það hafa 60 fuglategundir orpið á þessu svæði og það mikilvægur viðkomustaður hánorrænna fargesta og innlendra farfugla og það einnig líka mikilvægur fjaðrafellisstaður fyrir ýmsar tegundir og sem víkja nánar að og svo eru loks þarna vetrarstöðvar þannig að þetta mikilvægt fuglasvæði árið kring og eitt af þessum fjölbreyttustu fuglasvæðum sem fá þennan merkimiða sem hér er á landi. Og ég ætla að fjalla svona stuttlega svona helstu fuglabyggðir og hvað það sem liggur á bakvið það að þetta svæði telst vera merkilegt. Það í fyrsta lagi eru þarna mikilvægar sjófuglabyggðir. Hérna sést mynd sem sýnir skarfa og rituvarp undan ökrum. Það er aðalega dílaskarfur sem verpir þarna, en líka toppskarfur og ýmsir mávar. Og það eru nokkrar tegundir sem eru verpa í það miklu mæli á þessu svæði að það telst vera alþjóðlega mikilvægt og þetta nú allt, getum við sagt, tiltölulega voru allavega algengar tegundir en þeirra líka sameiginlegt að stofnum þeirra hefur öllum hnignað á landsvísu og það bæði vegna loftslagsbreytinga væntanlega en síðan hafa orðið þarna átubrestur, það sandsíli sem hefur brugðist og það hefur komið sérstaklega niður á krí og lunda en svartbakkurinn hefur náttúrulega líka verið veiddur mikið og hefur fækkað gríðarlega en æðarfuglinn svona kannski erfiðara að segja til hvað veldur en það þarna virðist tengjast loftslagsbreytingum. En það eru allavega gríðarlega stór vörp og þarna voru
voru eins og í Hjörsi á Mýrum alveg yfir 10.000 kríupör einhvern tímann og það verpa þarna þúsundir æðarfugla en svartbækurinn nær varla 1.000 pörur nú orðið, en lundin þarna í 2000 tali. Og sem dæmi svona þýðingu þessa svæðis fyrir einstaka fuglastofnum má nefna dílaskarf, það eru tæplega 30% af dílaskorfum hér á landi sem verpur á svæðinu og það enda svo að mýrar eru oft svona í öðru sæti eftir Breiðafirði hvað varðar mikilvægi fyrir ýmsa stofna. Til dæmis þarna annað helsta varpland skarfa á eftir Breiðafirði og annað helsta varpland arna og einnig annað helsta varpland svartbaks. Þannig að það svona það er í öðru sæti hvað þessa tegundi varðar. Nú á þessum vötnum sem ég nefndi er mikið fuglalíf og til dæmis eru þarna þekkt yfir 20 himbrimóðöl og það líka mikið lómavarp þó að það hafi nú kannski breyst og hún fækkað sums staðar að þannig að þetta var ef við til skamstíma verið eitt helsta varpsvæði lóms á landinu og sem dæmi mikilvægi fyrir himbrima þá sjást hérna helstu eða þéttustu himbrimasvæði varpsvæðin á landinu og mýrar eru eitt þeirra og þeir verpa fyrst og fremst svona við stærri vötnin en líka stundum við minni tjarnir. Nú haförninn, það verpur tæplega 15 hafarnarstofnsins verpir á svæðinu og þess má geta að fyrir 50 árum þá voru engir haförnir þarna, þeir dóu út á tímabili, urspeki í áratuga skeið en hófu landnám þarna nýju upp á 1970 og hefur fjölgað þarna statt og stöðugt og vegnar vel og var tekið tiltölulega vel á móti þeim svona miðað við að þetta svona frekar þurftar mikill fugl og plásfrekur. En það sem kannski einkennir mýrarnar þessi þýðing sem þær hafa og fjörurnar þarna á svæðinu fyrir ýmsa fargesti. Það eru þarna gríðarlega mikið af aðfuglu sem nýtir leirur og ýmsar aðra fjörugerðir á vorin og reyndar líka á sumrin en kannski í minna mæli á haustin. Og þetta eru tegundir eins og margæsir sem mýramenn kölluðu prompu sem svona vera líki eftir hljóðinu sem það gefa frá sér. Og það eru 15 af margæsjónum sem kemur hingað til lands á leiðsinni til varpstöðva í norðaustur Kanada. 15 kemur við á svæðinu. Hinar eru við sunnanverðan Faxaflóa og við Breiðafjörð, þær eiga svo eftir langt flug yfir Grænlandsjökul og þurfa að safna orku til að komast þessa löngu leið og verpa svo þarna á nyrstu eyjum Kanada. Nú aðrir hánorræni fargestir má nefna eru rauðbristingur og sanderla sem að margir þekkja nú ekki, en það frekar svona ólitleg greið og fer hratt í gegn og svo það að blesgæsin sem var áður mikið í svona mýrilendum og við smærri tjarnir en fann að nýta meira mæli rækta land eins og flestir grasbítar nú orðið. En þetta eru umrætt svæði gegnir alþjóðlegri þýðingu fyrir alla þessa stofna sem ég að fjalla hérna. Og svo kannski það sem að þetta svæði hefur algjör og sérstöðu hvað safnast þarna mikið að æðarfuglum í Fjaðrafelli. Blikarnir fara að koma þarna í júní og sjást í 2000 tali og fella þarna fjærir á svæðinu frá minni Borgarfjarðar og vestur í Staðarsveit og þessi mynd sem hér sést, hún sýnir nú bara dreifingu einn ágústdag en þessi hópar dreifast nú dálítið fram og tilbaka eftir í hvernig vindar blása og svo framvegis að það hafa verið taldir alltaf 1-200.000 æðarfuglar þarna í Fjaðrafelli og þetta langmikilvægasti Fjaðrafellisstaður æðarfugla hér við land og sennilega á stóru svæði við Norður-Atlantshaf því að það líklegt að komi hingað fuglar líka frá Grænlandi. Og þetta eru miklu fleiri æðarfugla heldur en verpa til dæmis á svæðinu. Þeir hljóta hópastaða frá mjög stóru svæði. Og það eru væntanlega kræklingur sem helsta fæða þeirra á þessum tíma þannig að en þeir eru ófleiri mánaða skeið. Nú það eru líka ýmsar aðrar tegundir sem að sjást þarna á vetrarlagi og þetta eru vaðfuglar eins og sendlingur sem nú eini fuglinn sem útbreiddur í fjörum all land á veturna og svo tjaldurinn og það
Það var nú gerð hérna úttekt fyrir nokkrum árum og þá kom í ljós að yfir 40% allra tjalda sem hafa vetursitt á Íslandi, þeir halda til svæðinu frá Borgarfirði og vestur á Löngufjörur og þetta er 13% stoppsins því að meirihlutin er reyndar fargestir. Þannig að fjörurnar gegna ákaflega mikilvægu hlutverki fyrir tjald og sendling að vetrarlagi. Svo verpur reyndar tjaldur hérna mjög víða og sækir fæðu í fjöruna. En ég ætla nú aðeins svona í lokin að minnast á hérna rannsóknir sem hafa verið stundar á mýrum hérna frá síðustu 15 árin eða svo. Þær hófust þegar sýnubruni mikli var 2006. Þessi mynd er reyndar af öðrum sýnubruna miklu minni sem var fyrir örfáum árum við vegamót. En þá var ákveðið að fara að vakta áhrif af sýnubrunum og við komum upp á hérna rannsóknarlínum eða stöðvum sem að náði yfir stórt svæði sem var borið saman brunnið og óbrunnið land og svo héldu þessar rannsóknir áfram og hafa nú orðið grundvöllur að vöktun mófugla og þetta er reyndar lengsta serían sem er þekkt á Íslandi. Þó hún sé ekki nema frá 2006 og ég ætla bara að bregða upp hérna að ganni splunkunni í niðurstöðum sem eru teknar saman í ársskýrslu náttúrufræðistofnunar sem kemur út á næstu dögum og þar sést að þetta er nú svona algengustu mófuglategundar sem að hérna að ræða og það kemur í ljós að flestar tegundir hafa nú eða stofnar virðist hafa lítið breyst á þessu árabili og það er enda greinileg aukning hjá jaðrakan og stelk og hugsanlega fækkun hjá hrossagauku og eftir vill heiðlógu en aðra tegundir eru jafnvægi þannig að það er engar stórkostlega breytingar sem hafa orðið þarna á þessum mófuglastofnum á þessum tíma en auðvitað mun tíminn leiða í ljós hvort að þetta er hérna tálsýn eða raunsýn eða raunsannar hérna raunsanni trenda sem að koma fram þarna hjá þessum fuglum en það verður aðfróðlegt að fylgjast með þessu og það er ætlun að gera það nú áfram. En nú ætlar Ester að taka við, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Aðeins að lækka hérna að smá starðminnur á okkur. Ég ætla hérna að segja ykkur lítillega frá spendýrum á svæðinu. Þau hafa nú ekki verið eins mikið vöktuð eins og fuglalífið og gróðurfarið en hérna það eru svona 5 lykiltegundir sem að eru áhrifavaldar í lífríkinu á þessu svæði og hluta fæðukeðjunni eða fæðuvefnum. Og ég ætla fyrst að nefna hagamúsina sem er á nyrstu mörkum útbreiðslu sinnar á Íslandi. Þetta er algeng tegund í skógum Evrópu. Hún er útbreidd og algeng all land í gróðurlendi og lykiltegund sem hefur áhrif á útbreiðslu og samsetningu gróðurs er vísir á fræframleiðslu, smádýralíf og stofna rándýra en hefur ekki svona verið mikill áhugi fyrir að taka hana með í svona stóru vöktunarverkefni eins og eftir sinnueldana sem hefði verið mjög áhugavert. Því hún er líka mikilvæg fyrir hringrás næringarefna, dreifingu fræja og mögulega frjókorna. Hún hefur verið svona, hugmyndin er svo að hún sé mögulega mikilvæg sem hýsill fyrir skógarmítil, þannig að hann geti jafnvel lifað af hér yfir veturinn og hún er gríðarlega mikilvæg fæða rándýra og ránfugla, sérstaklega ungra dýra haustlægi og mögulega hefur hún áhrif á stýritegund fyrir branduglur. Á þessu svæði er hún líklega algeng og útbreidd. Það hefur ekki verið gerð neitt svona þéttleikamat á þessu svæði en það er til þéttleikamat á nokkrum vistgerðum. Til dæmis hefur verið mælt í túnum sem eru með skurðum og skurðbökkum og þar hefur verið metið sem svo að hún væri 4 til 8 mýs á hektara að þéttleika haustlægi en í laufskógum hefur hún verið að jafnaði 20 til 25 mýs á hektara að hausti. Þannig að það er svona hægt að taka það sem viðmið. Já, hún safnar fræjum og hefur verið þekkt fyrir að taka svona sortulingsber, safna þeim í svona hrauka og moka þeim inn í hólur hjá sér, þannig að hún getur mögulega haft áhrif líka á plöntur og útbreiðslu þeirra og dreifingu fræja. Nú refurinn sem er nú svona alíslenskasta tegundin landspendýra er algeng og útbreidd tegund á þessu svæði eins og víðar
og eins og Kristín benti réttilega á, þetta mjög ríkt svæði, tegundaríkt og auðugt og þar sem að svoleiðis að þar yfirleitt meira af refum og rándýrum, svo kemur í ljós með örninn. Hann hefur áhrif á þéttleika og útbreiðslu bráðategunda. Hann líka verður fyrir áhrifum af því, þannig að hann í þéttustum byggðum þar sem að mikið af slíku. Og hann hefur komið í ljós hann mikilvægur fyrir hringrás næringar og eiturefna frá sjó til lands. Það fyndist mikið af þungmálum, til dæmis kvikasilfri í refum sem að búa við sjóinn og að éta sjófugla, þannig að það sést að þeir að bera eiturefni en þá væntanlega líka næringarefni. Nú þeir þekktir milli- og lokahýslar ýmissa sníkjudýra. Það ennþá leitað að sulli til dæmis í refum sem að ganga í æti og þeir geta verið líka vísitegund á stöðu bráðategunda og loftslagsbreytingar og ýmsa viðburði í sjónum og sums staðar hægt að sjá þar sem þeir verða fyrir áhrifum, þar sem að sandsíli hefur horfið og bjargfuglum hefur fækkað, að þá sést á óðalsmyndun refa. Það sést stækka óðalinn þeirra og þeim fækkar í rauninni. Þeir líklega tiltölulega algengir á þessu svæði en einu gögnin sem til frá refaveiðum og það bæði stundu grænjavinnsla og vetraveiði á þessu svæði. Hérna svona nokkra tölur. Það síðasta ári, sem sagt frá veiðistjórnunarsviði Umhverfisstofnunar, frá Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppi og Snæfellsbæ. Við fáum nú ekki mikið af hræjum sent frá þessu svæði en þó eitthvað og það sker sig ekkert úr með við önnur svæði á landinu. Þetta langflest einsársdýr, að hluta til grendýr, eins og þið sjáu hér. Þetta nú svona að mestu leyti hlaupabdýr veitt yfir veturinn eða Kristín, eða almennt yfir árið og það langmest veitt í Borgarbyggð. Þetta allt skráð eftir hreppum, þannig að við fáum ekki nákvæmar staðsetningar, en þetta svona bara til að sýna eitthvað smá. Nú svo það minkurinn sem líka áhrifavaldur á umhverfið á þessu svæði, eins og annars staðar. Þetta tegund sem sækir einmitt líka mjög í svona fjölbreytt og rík og auðug svæði eins og við erum að lýsa hérna og líklega algengir við fjörur, árbakka og skurði. Þeir innflutti til að nýlega tegund og talið meira ágeng, getur bæði veitt í vatni og á landi og hefur áhrif á viðkomu og útbreiðslu fuglategunda. Nýtur ekki verndar samkvæmt villidýralögum, sama þóttu séu innan friðlýstra svæða. Nú þá það selirnir sem nú kannski svona mikilvægasta tegundin upp á þetta svæði, að minnsta kosti nú orðið. Hérna myndir af þessum tveimur tegundum, landsel og útsel, sem að þessar tvær tegundir sem kæpa á Íslandi. Og ég ætla að byrja á landselum, hann reyndar útbreiddur mjög víða landið. Bæði landselur og útselur á válista spendýra sem var gefin út fyrir 1,5 ári í fyrsta skipti á Íslandi og landselur var þar í bráðri hættu, critically endangered. Í Faxaflóa nokkur mikilvæg selalátur bæði innan friðlýstra svæða og svo B-hlutasvæða sem nýbúið að kynna fyrir ykkur og hefur verið lagt til að þeim verið bætt þar inn á. En það mikill fjöldi eyja, hólma og skerja þar sem að landseli liggja í látrum á þessu svæði. Í fyrstu heildartalningu sem var gerð á landseli árið 1980 þá voru 22% dýranna innan Faxaflóa á þessu svæði. En þegar það var talið síðast þá voru þau komin í rétt rúmlega 7% og fækkunin á þessu svæði frá 1985 til 2018 metin 77% sem mjög mikið og þess vegna þessi tegund í mikilli hættu. Þið sjáu hérna á grafinu svona helstu látrin en þið sjáu líka á litlu blettunum að þeir mjög dreifðir. Þeir ekki mjög svona með afmörku svæði. Þetta tölur byggðar á gögnum frá Erlingi Hauksinni og talningarskýrslum Hafrannsóknastofnunar. Það hérna svona linkur hérna efst sem
á kortasján okkar og það er þetta, þið séð nú út á kortasjá selaláturs á síðun okkar á Náttúrufræðistofnun. Útselur, hann er með miklu afmarkaðri látur og eins og með nokkra fuglategundir sem að Kristín hefur lýst að þá eru þeir algengari í Breiðafirði og það er sama með landselin. Það eru þessar tvær eyjar, Tjaldursey og Hvalseyjar. Hvalseyjar voru langtum stærsti staðurinn fyrir útsel á þessu svæði. 1982 voru þar 225 kópar. Það eru taldir kópar á þessari tegund en 57 í Tjaldurseyjum. En árið 2005 þá voru slegið saman eyjunum og voru taldir innan við 40 kópar á þessu svæði í heild. Og árið 2017 þá voru 37 kópar taldir í öllum Faxaflóa, það aðalega á þessum tveim svæðum. Þannig að fækkunin er alveg gríðarleg en 15% af heildar kópaframleiðslu útsela landsins fór fram á þessu svæði árið 1982 en aðeins 2,6% 2017. Nú, ef við tökum þetta aðeins saman þá eru Borgarfjörður, Mýrar og Löngufjörður alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði fyrir 14 tegundir fugla og er tilnefnt á B-hluta náttúruminjaskrár vegna 17 forgangstegunda fugla. Það eru 5 tegundir spendýra að finna á svæðinu sem að skipta einhverju máli, hagamús, refur, minkur, landsölur og útselur og bæði land og útselur eru á válista Náttúrufræðistofnunar. Ég gleymdi að segja það að útselur eru í nokkurri hættu eða vulnerable. En það hefur verið lagt til að látrum land og útsela verði bætt á B-hluta náttúruminjaskrár til viðbótar við fugla á þessum svæðum. Já, Kristín stökk út. Ég gerir ráð fyrir að menn vilja eitthvað ræða málin. Ég kannski kalla í hann aðeins. Öðru lagi tegundir þar sem við höfum sérstakar alþjóðlegar skuldbindingar og þá annars vegar vegna Bernasamningsins. Það eru sérstakur viðauki Bernasamningnum sem kveður á að við þurfum að veita tilteknum tegundum sérstakar vernd sem eru á þessum viðauka og svo í þriðja lagi eru það tegundir þar sem eru það stór hluti stofns viðkomandi tegundar að við höfum alþjóðlega ábyrgð og þá erum við að tala tegundir þar sem að 20% eða meira stofnsins, Evrópustofns annarkvort verpur hérna eða hefur hér viðkomar. Þannig að þetta er einn stuttu mál og ég held ég get útskýrt þetta svona á þessu fundi en það eru nánar upplýsingar hérna á heimasíðu Náttúrufræðistofnunar þegar verið að fjalla B-hlutan. Kannski ég fá að spyrja aðeins í framhaldi af þessu. Hérna þú komst inn á þarna áðan að tegundir eins og heiðlóa og hrossagaukur, þetta eru tegundir sem að fer fækkandi. Eru þessar tegundir inn á forgangslistum? Já, það er reyndar hérna ekki hrossagaukur en heiðlóa þarna inni, minni mig, ég er reyndar þetta fara að reika í þessu sko, en heiðlóa er inni, fyrir ekki, hún er sem sagt það er stór stofn heiðlóu hér á landi að Ísland telst vera alþjóðlega mikilvægt varpland fyrir heiðlóu. Og það reyndar við mikið af þessum reyndar sem við köllum algenga fuglategundir eins og stelk og lóuþræl og spóa að þetta eru sem sagt þó þessi tiltölulega algenga hér þá eru þær sjaldgæfar í Evrópu. En hrossagaukur er sem sagt miklu algengar í Evrópu heldur en hér á landi þannig að okkar stofn er þó hann sé nú sérstök undirtegund og þá er hann bara pínulítill hluti Evrópustofnsins. Sér þú eitthvað fyrir þér sem bændur getur gert eða hvort þessi að gera eitthvað hvað sem bara vitlaust í sínum störfum sem vinnur á móti þessum fuglum sem... Já sko, þessir vaðfuglar margir hverjir eru náttúrulega svona getum við sagt svona kannski bersvæðafuglar, þeir verpa vilja kjósa það sem er svona allavega snöggur gróður og forðast til dæmis að verpa í skóglendi og svo náttúrulega en sumir þeirra reynda að njóta góðs af ræktun og það er til dæmis ábyrjandi mikið oft af stelk sem verpur svona í grennd við ræktaland þannig að þetta getur gengið svona í sikvara áttina það sem bændur eru að gera og þessi náttúrulega þetta er sem á sig framræsla og
eða þá ég að tala kannski óþarfa framræslu, það sem menn að ræsa kannski fram, eða eins og gert var hér áður fyrir mjög mikið, ræstu fram miklu meira land heldur en þurftu nokkuð tímar að nota, að það náttúrulega kemur flestum þessum fuglum frekar illa. Og ég held að varðandi þessar tegundir sem við nefndum til dæmis eins og lóuna, þá hún náttúrulega svona tegund sem mann nýtir sér oft best kannski í frekar svona illa förnu landi, sem svona, það að segja það sem oft svona jarðvegsrof og mjög snöggt og mólendi, þannig sem svona kannski oft afleiðing af ofnýtingu. Þannig að þetta er ekki endilega mjög einfalt mál, hvað er best að gera, allavega sumar aðgerðir gætu gagnast sumum tegundum en komið illa fyrir aðra tegundir. Ég sé að hún bendir á og Dögg Matthíasdóttir á Fuglavernd að þeir eru með fugl dagsins á Facebook síðunni þeirra, þannig að að gera að kíkja á það. Ég gríp svona orðið Sigurður Ragnar Frank hjá Borgarbyggð og ég þakka Kristni og Esturu fyrir fínan fyrirlestur, og það eru margt sem snýr að þessum sveitafélögum og sérstaklega landeigendum hvað þau geta gert og hvernig landbúnað og náttúruvernd getur farið vel saman, og þetta kom í þessum fyrirlesti fram að þetta eru mjög mikilvæg svæði, og þá þetta svona spurningamerki hvernig að Náttúrufræðistofnun getur gert til þess að upplýsa landeigendur meðfram strandlengju á mýrum frá Álftanesi, frá Langa og alveg að Löngufjörum mikilvægi, vegna þess að það eru undir þeim komi hvort landsvæðið verði friðlýst eða fá einhvern verndun á sig. En það bara þetta líka hittir verkefni svona sveitafélagana, hvað eigum við að gera til að kynna þetta betur, vegna þess að þetta kemur óyggjandi fram að þetta er geysilega mikilvægt fuglasvæði. Síðan eitt sem bendir á varðandi ester, varðandi tófur, og sem töluvert rætt hér hjá okkur í nefndum, og það eru ákveðin hver hreppur með sem gamli hreppur, hreppur, hraunhreppur og Álftaneshreppur og Borgarhreppurinn. Þá eitthvað 15 dýr sem á hverju svæði sem skotveiðimenn fá fyrir. En Fíflholt svolítið staður þar sem urðað mikið af dýrahræjum, og hefur þetta einhver áhrif á stofninn. Maður hefur heyrt að þarna hafi verið spikfeita tófur á vappi og hafa hvergi fengið meiri mat en akkurat á sorphaugunum. Svona, þetta meiri vangaveltur líka, en takk fyrir góðan fyrirlestur. Já, það má alveg segja það að það nú reynt að ég mæli nú ekki með því að sé mikil útburður úti sem ekki sinnt, en það nú samt talsvert veita ref við Fíflholt, og það svona, ég fæ ekki mikið hræjum, eða við fáum ekki mikið hræjum hérna upp á Náttúrufræðistofnun frá þessu svæði, en við fáum þó frá þessu svæði, frá Fíflholtssvæðinu að einhverju leyti. Það aldrei nóg. Mundið þið vilja fá fleiri hræ, þar sem við fáum þetta skottin bara hérna niður í geymslu hér, rétt fyrir fram að ráðhúsið, og illa lyktandi stundum, en þetta það sem við fáum, en þið myndu vilja fá fleiri hræ send til ykkar til þess að rannsaka. Alveg tvímælalaust, við getum verið með miklu meiri fróðleik í farteskinu og upplýsingar stöðu dýranna þarna ef við fengjum meiri hræ. Stofnmatið á landsvísu byggt á innsendur hræjum, og því meiri breidd sem að maður fær í sýnin, því betra. Og maður getur alveg séð það þó að dýrin séu veit við æti, sérstaklega á læðunum, hvort þeirra hafi verið greindir eða ekki. Má ég kannski setja link hérna í textan innsendingu hræja? Ég held að það væri bara mjög gott. Þetta hvati, að menn ekki vilja fylla frystikisturnar hjá konunum sínum af dýrahræjum, og við höfum ekki komið okkur upp frystikistu hér við ráðhúsið til að taka móti þessum, ég held að ekki sé skotið allavega einhver 100 tófur á ári hérna. Já, 10–15% væri bara mjög gott, Kista kostar ekkert mikið, og það þá hægt að senda það má líka senda það bara strax, og við greiðum
sendingarkostnað. Ég skal bara senda link á hérna. Við erum með upplýsingar á síðun okkur um meðferð hræja, hvernig að merkja þau og annað slíkt. Bara besta mál. Já, það mjög gott að fá, ef það eru linkar og bendi þá fólki á að fara í spjallfræðina og grípa þá linka sem eru settir með. En kannski aðeins með svo selalátrin, eitthvað í landbúnaði sem er að ógna þeim frekar en annað? Það eru náttúrulega þeir sem eru að stunda laxveiði við stóru árnar, ekki þarna Hítará og Hafnarfjarðará og fleiri. Það var að minnsta kosti, ég hef ekki tölur yfir hvað er mikið veitt af sel frá þessum ám, en það er nú alveg talsvert, en það er kannski ekki beint búskapur. Það kannski tengist ekki beint í. En hérna, nei, ferðamannabúskapur, eitthvað. Það er nú verið að tala þarna við Ytri-Tungu, sem er kannski svona alveg í kantinum á þessu svæði sem liggur undir hérna. Þar selir að hvíla sig og liggja uppi og það er beinlínis selt inn á þetta svæði, eða það er fólki beint þangað til þess að skoða seli og það truflar mikið. Eftir það má nú bæta við að hlunnindabúskapur úr veiðiám í Borgarfirði veita sko mjög mikla tekjur til bænda, og þannig að þetta eru þetta beina tekjur bænda sem við hafa af þessum hlunnindabúskap varðandi veiðitekjur. Þó að það séu leigðar út árnar, þá skiptir þetta geysilega miklu máli fyrir búsetu í sveitum Borgarbyggðar. Já, einmitt. Og það kannski vantar, það út af því að selinir hafa ekki haft svona lagalega stuðning, voru ekki inn í villidýralögunum, það er nú eitthvað verið að endurskoða það, þá er ekkert endilega haldið utan þessar. Þetta er ekki veiðar sem eru á hálfu hins opinbera eins og refinir. Þannig að það vantar svona upplýsingar sem fást með refaveiði upplýsingum. Það er kannski eitt af því sem er bagalegt, vegna þess að það er ekki nógu vel vitað af hverju selón hefur fækkað svona mikið. Ég heiti Ásdís Haraldsdóttir Álftanes og mér langaði aðeins að koma inn á nokkur atriði, til dæmis í sambandi við selina. Þegar ég var hér lítil stúlka þá sá maður seli mjög gjarnan og þau komu jafnvel inn á Voginn á Flóði. Dóttir mín sem bjó hér í 16 ár, hún sá einu sinni sel. Ásdís, myndirðu kannski bera upp spurninguna sem hún settir í spjallið? Já, ég setti spurningu að ég hafði á tilfinningunni síðasta sumar að reyndar að ég sæi svona flesta fuglategundir, en mér fannst vera færri einstaklingar í flestum tegundum, nema kannski hjá spóa. Og ég spyr, er þetta bara einhver vitleysi í mér eða á þetta við einhver rök að styðjast? Nú er Kristinn kominn inn til sín, hann kannski heyrir þetta. Kristinn, ertu þarna? Jæja, hann svarar þessu. Ég heyri núna og þið heyrið í mér eða ekki. Já, geturðu skoðað spjallþráðinn? Já, ég heyrði spurninguna. Sko, málið er að það var minna af sömu tegundum í fyrra með línuriti sem ég varpaði þarna ljós, það var semst. En ég hef aldrei tilfinningu fyrir hvort það sé meira að minna en einu. Ég vil bara sjá einhverja tölur, þannig að svo það er spurning hvernig maður er stemdur og hvernig veðrið er. Ef maður fer semst út þá sér maður ekkert, þannig að það var reyndar mjög gott veður í fyrra, þannig og það reyndar sko stundum með veðrið of gott fyrir fuglana, þannig ef það er of lítil úrkoma þá vantar bara að raka jarðveginn, og það var til dæmis merkilegt eins og með skógarþröst sem að varpi gekk mjög illa hjá honum í fyrra sumar í Reykjavík og líka í sumari þar áður, og þetta voru öfgarnar í þurrkum og votviðri, þannig að það kann vel að vera að það hafi verið of þurrt þarna í kringum hjá þér, Ásdís, að það hafi semst fuglarnir hafi ekki kunnað nógu vel við sig hérna. Já, ég var reyndar mjög mikið úti. Já, takk. En varðandi það sem Ragnar varpaði fram varðandi hvað bændur getur varðandi sko kynningu, Ester kom inn á þetta sko það er alltaf hægt að kynna miklu betur, og við höfum reyndir núna náttúrufræðisveitunum svona kerfisbundið undanfarið misseri að setja sem mest af þessum upplýsingum sem að
hafa verið svona hefðbundið efni í skýrslum að þetta allt komið núna á netið og það er svona tiltölulega aðgengilegt svona að fyrir til þess að allt sem fjallallindus þessar til dæmis tegundir sem við erum að nefna, það eru sérstakar umfjöllun hverja tegund og eins er umfjöllun hvert svæði og þetta er svona linka fram og tilbaka og síðan eru konar vefsjár, þetta er svona, það tekur auðvitað smá tíma að koma sér inn þetta, ég held að það sé svona meira aðgengileg efni núna á netinu af okkar rannsóknum og samantektum heldur en hefur verið nokkru sinni, sko. Þannig að en auðvitað má bæta þetta. Já, takk fyrir. Er einhverjir fleiri sem vilja varpa spurningu? Já, má ég aðeins? Já, gjörðu svo vel, eftirlega. Mér finnst ég að tekið eftir því að það er mjög breytilegt bara frá ári til árs hvað maður sér sko mikið af einstökum tegundum fugla og stelkurinn er nú vísu nánast á hverju ári finnst mér í svipuðum efni en sérstaklega hef ég tekið eftir því að það er mjög breytilegt frá ári til árs hvað maður verður mikið var við jarakan. Og ég hef nú reyndar ekkert reynt að setja þetta í samhengi við eins og þú varst að tala áðan sko við veðrið, hvort það þurfti að votta og svo framvegis. En svo er líka mjög breytilegt sko hvað kemur mikið af fugli til dæmis í tún okkar bænda eftir slátt. Í sumum árum og kannski er það í þurrari árum, það má vera. Allavega í fyrra sumar þá tók ég til því að það kom alveg ofbáða fugli í túnin nýslegin og sérstaklega þegar var búið að raka saman heið og rúlla. Og þetta sum árin er þetta nú að mestu og miklu leyti máfur, hettumáfur stundum og einhverjar aðra mávategundir sem ég kann nú ekki alveg að greina. En svo önnur ár og þá er gríðarlegur fjöldi af jarakan sem kemur í túni og einnig tjaldur. Fyrra sumar til dæmis kom gríðarlega mikið af tjaldi í túnin hjá okkur á Brúalandi eftir slátt. Við berum þetta mikið skít á túnin þannig að það má vel vera að það sé meira smá veru líf í sverðinum heldur en svona í túnum sem að fá eingöngu tilbúin okkur. Ég hef reyndar ekki samanburð. En þetta finnst mér hafa verið að vaxa núna á seinni árum sko að svo ásókn af fuglana í grassverðin í túnunum. Kannt þú einhverjar skýringar eða þið á þessu? Nei, ég sjálfsög ekki. Ég held að þú hafa nú nefnt svona sennilegustu skýringarnar. Þetta er náttúrulega sko tegundir sem nefndur eins og tjaldurinn, hann er sko sólginn í ánamaðka og þeir náttúrulega eru miklu hærri þéttleiki í þessu áborna landi og frjósama landi sem túnin eru. Og það reyndar svo að það er gríðarlega ásókn einmitt í tún rétt eftir að þau eru hirt eða rétt eftir slátt. Og þetta eru bara oft nokkrir dagar og þessi fuglahópar fara svona getum við sagt, í flokkum og bera niður það sem búsæðarlegast er og þetta er stærstu hóparnir sem maður sér yfirleitt á Suðurlandi þeir svona oft þegar sumir fuglar fannar safnast rétt áður en fara út og það er oft gríðarlega mikið með þetta jarakan og tjöldum geta verið jafnvel þúsundur í nýslegnum túnum og eins er að stundum á vorin hefur verið í flögum hafa verið að þessi fuglar sótt í, þannig að þeir eru náttúrulega að sækja í jarðvegsdýr sem að njóta góðs af umsöfum bænda, sko, en þessi áraskipti ég hef nú satt þessi ekki og þetta hefur aldrei verið talið neitt svona nákvæmlega, sko, þannig að þetta er svo tilumnakennt hvar þessi hópar bera niður, þannig að það er engar svona mælingar til á þessu, þannig að ég held að tilfinning þín, Guðbrandur, sé bara örugglega nokkuð góð fyrir því hvað er að gerast. Ég hef eina spurningu fyrir að við gefum svo mikið borgfirðingarnir, en það er eitt sem er áhugavert fyrir svona náttúruvernd og landbúnað, þá hafa komið fyrirspurnir vindmyllur og menn hafa bent á að
í staðinn fyrir að vera að byggja upp á Holtavöruheiði að það væri kannski betra að hafa þetta út á Mýrum við Fíflholt og þá fyrir maður að spyrja sig sko að því svæðin við ströndina sjálfa hefur líka verið fyrirspurn til eins landeiganda á síðasta ári sem á eyðijörð, hvort viðkomandi myndi ekki vilja setja þar upp vindmyllur og það var alveg út við sjó og þá spurning til þín Kristín sko, hérna bara einföld spurning, eitthvað kemur í veg fyrir því að fólk geti sett upp vindmyllur á þessu svæði og líka verið við að stuðla svona fuglavernd og náttúruvernd, þannig svona, ég reikna með ég veit svarið en allt í lagi og nefni það. Þetta auðvitað dálítið flókið mál með þessar vindmyllur, sko. Það eru náttúrulega mjög umhverfisvænar og þannig sé afturkræfar í framkvæmdir heldur en svona flest allt sem varðar orkuöflun. Þannig að því leytinu til þetta náttúrulega erfitt að vera svona mótið þessu í svona grundvallaratriðum, en það hins vegar svona vissir staðir sem menn hægt að forðast að setja upp vindmyllur og það eru til dæmis svona það sem eru fuglarík svæði. Það eru náttúrulega mikil hætta á árekstrum og sérstaklega við erum að ræða farleiðir og svo eru ákveðna tegundir sem eru miklu viðkvæmari fyrir vindmyllum heldur en aðrar eins og til dæmis haförn og það hefur verið settar fram leiðbeiningar menn ætti ekki að reisa vindmyllur í grennd við það sem að haförnir halda til og þá vorum við að tala einhverja kílómetra frá varpstöðum en síðan eru þetta ungfuglarnir sem flakka náttúrulega víða þannig að það eru viss svæði sem að sko yfirleitt má segja að setja vindmyllur ekki niður á fuglarík svæði þá bara margfaldast áhættan á áflugi en það sem ég held að sko sé nú sko til með að skipta mestu máli varðandi vindmyllur bara afstaða nágranna það vill enginn hafa vindmyllur nálægt sér. Það eru hvimleiðar og hávaðasamar og náttúrulega ekkert sérstaklega skemmtilegt áhorfs þannig að menn munu svona líklega velja svæði sem eru svona allavega ekki allra augsýn og alls ekki svona nálægt svona það sem fólk býr. Það er mín tilfinning fyrir því svona hvernig fólk horfir á þetta en það eru margvíslegir náttúruverndar hagsmunir sem það taka tillit til og mér persónulega myndi ekki lítast vel á vindmyllur niður á Mýrum eða það væri alveg fyrir sjáanlegt að það yrði þarna töluverð afföll. Er það líka svæði við Fíflholt og meðfram Snæfellsnesveginum sjálfum sko? Menn hafa komið hingað til okkar og ég veit að það er verið að setja upp eru fyrstu drög af vindmyllum í Dalabyggð á 3 stöðum, bæði upp í 200 metra hæð og svo út við sjó og þannig að leiðbeiningar fyrir okkur varðandi skipulagsmál og til þá væri öll þessi svæði sem eru á náttúruminjaskrá óæskileg fyrir vindmyllur, það svona svar þitt? Já, það kannski svona einfaldasta svari, sko. Það bara, en til dæmis að, sko, ef við erum að tala eitthvað svæði sem skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, þá segir það að þar mikið af fuglum og þó þessi ekki endilega jafn dreifðir við allt, þannig að það væri til dæmis bara dæmigert svæði sem menn myndu ekki vera niður á, sko. En það náttúrulega, núna búið að kynna hátt í 40 vindmyllukost á landinu og það er allur skalinn frá því að vera bara inn á mjög þéttum fuglasvæðum yfir að vera einhvers staðar þar sem nánast mjög lítið fuglalíf, þannig að það mun náttúrulega skýrast á næstu misserum svona hvaða stefna verður mótuð en það er allavega, sko, ég get sagt það bara hér og nú að það er allt og mikið af vondum vindmyllukostum sem hafa verið kynntir á undanförnum mánuði, svo ekki sem meira sagt. Já, takk fyrir þetta. Ég sé það er sett í spjallinu, þá setjum við Döggja fuglavernd, bendir á undirskriftasöfnun og mig langar að spyrja í sambandi við þá ábendingu að það erum við með vetrarstöðvar fugla og þessi stærra fugla sem eru að koma erum við að sjá breytingar, eða sér þið fyrir að það verið breytingar á stofnum fugla bara út frá því að þær séu að skemmast eða hverfa? Já, það hefur nú, sko, það er til dæmis tökum dæmi eins og nýlegt dæmi, það eru eins og mikilvægar vetrarstöðvar Jaðrakans í Portúgal eru svona í hættu vegna flugvallargerðar og það eru náttúrulega til svona staðir þar sem að íslenskir farfuglar koma saman sem að
ef að þeir myndu vera raskað, þá myndi það hafa mjög slæmar afleiðingar í för með sér og þannig að, og náttúrulega nú erum við búin að setja jafnvel svona GSM senditæki eða senda á fugla þannig að við vitum nákvæmlega hvernig þeir hegða sér og það alltaf að bætast við upplýsingar hvernig fuglarnir nýta sér einstaka staði. En það er eins og alltaf, það er alltaf mjög stórkostlega áform upp hitt og þetta sem verður svo aldrei að veruleika þannig að það er náttúrulega búið að skipuleggja svona útrýmingu flestra fuglategundar nokkrum sinnum, ef við tækjum distar ríkið og öllum áformum sem upp hafa komið. Þannig sem betur verður nú ekki allt þetta veruleika. Já, takk. Vill einhver eiga síðustu spurninguna? Það er orðið mjög fróðlegt og gott spjall sem við höfum átt hérna. Það er enginn að gefa sig fram, þannig að ég held að Já, ég alveg til í að... Brandur, gjörðu svo vel. Já, til þeirra frá Náttúrufræðistofnun. Hvernig líst ykkur á það að það er komið upp á Mýrunum? Góðu svæði, svona sérstöku griðlandi eða friðlandi fugla. Og svona svæði sem að mér hefur dottið í hug en nú annars vegar á Ökrum og nágrenni. Það er gríðarlega stórt landsvæði sem að er svona mikið til ósnortið. Það er að segja að það hefur ekki verið farið með skurðgröfur mikið það. Og svo er annað svæði á Suðurmýrum í landinu hennar Ásdísar á Álftanessi og þar á nágrannajörðum. Og væri ekki bara alveg kjörið að svona í samstarfi og samráði náttúrulega við landeigendur á þessum svæðum að huga að þessu að koma þarna upp bara alveg sérstöku svona friðlandi fugla. Hvað segir þetta? Ja, þetta er mjög góð hugmynd og þetta er náttúrulega akrar eru náttúrulega alveg einstakir að því leytinu til að þarna er þessi rosalega fjara og svo náttúrulega mýrin þarna bakvið og það er fullt þarna tjörnum líka með gríðarlega þéttu fuglalífi og það er enda mjög skemmtilegt þetta í Álftanesi víða, bæði náttúrulega mikla fjörur og sjávarfítir og fleira, þannig að þetta eru hvorutveggja svæði sem að verðskulda vissulega að þeim sem gert svona hátt undir höfði, þannig að mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd og það eru margt sem mæli með því frá náttúruverndarsjónarmiði að þessi svæði séu sérstaklega tekin undan og þau náttúrulega eru búin að vera á náttúruminjaskrá eða einhverjum svona skrám alveg frá því menn fóru að taka það saman. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitt af þessum kjarnasvæðum á Mýrunum. Ég skal aðeins leggja til, ég segi reyndar bara í kommentunum að það sé friðland fugla á Álftanesi en ég veit ekki hvað það myndi fela í sig friðland fugla eins og þið talið og það er náttúrulega greinilega meiri umferð og kannski meiri truflun á fuglalífinu en hér er í raun og veru mjög rólegt og mikið tillit tekið til fuglalífsins Takk. Þetta er alveg rétt, það er oft þegar verið búið að friða eitthvað þá verið ekki athygli á stöðum og ég var fyrir nokkrum missurum þá ég byrjað að nefna einhverja uppáhaldsstaði, fuglaskoðunarstaði á Vesturlandi og ég bara neitaði að gera það því ég vildi ekki dragað fólk. Þannig að þetta er dálítið tvíbent að það verður að gæta þess að það verður ekki örtröð og mörg svæðin eru svona kannski sjálfriðuð og þetta þarf að gera allt í góðu, það þarf að vera einhver balans í þessu, það sé ekki verið að skapa vandamál með því að friða og þar með vekja athygli á einhverju fyrir ágang annars góðvílara ferðamanna. Takk. Ég segi að Dögg á Fuglavernd hefur sett inn spurt haverni á svæðinu. Ég spurning hvort við látum það ekki bara verða síðustu spurninguna. Já, það eru, eins og ég nefndi það eru tæplega 15 hafarnarstofn sem verpur á svæðinu og það fjölgar næstu líka um 1 par á ári núna, eða svona, ég segi ekki alveg, en það
hefur fjölgað statt og stöðu þannig undanfara 50 ár. Þannig að þetta og þeir eru farnir að verpa líka svona dálítið inn til landsins, það er að verða svona tvöföld bæjarröð, getum við sagt þarna á sumstaðar. Á þess að ég sé að fara nánar út í það hvar þá er að finna, því þetta er mennirinn að passa upp á það. En þeir eru búin að endurheimta mjög mikið af þessum gömlu óðulum sem voru komin í eyði, þannig að það gengur bæði varpi, gengur vel og fuglunum virkist vegna vel og svo má bæta kannski við bara í lokin að við vorum með núna í vetur með 8 arnarunga sem voru með senditæki, þannig að við fylgdumst nákvæmlega með hvað þeir voru og það er óhætt að segja að það voru viss svæði þarna ykkar slóðin sem voru mjög vinsæl og tímabili voru þeir 3 saman til dæmis í Agrósi og voru virtist vera og væntanlega verið þar fleiri ernin en það og eins voru þeir að sækja langt upp eftir ánum og ýmislegt, þannig að það er greinilegt að það er gott undir bú fyrir erni þarna á mýrunum. Þá já, þetta er ég vil þakka ykkur kærlega fyrir Kristín Haukur og Ester fyrir þennan fróðlegt erindi og skemmtilegt spjall hérna í lokin. Ég held við förum bara að slíta þessum fundi, vinni á fundi í næstu viku, það verður á mánudag og miðvikudag og fimmtudag. Þá fjöllum við lífi í vötnum eða ferskvötnum og endurheimt vistkerfis eða vistkerfa og útlendis. Og síðan verðum við, þau verða þar með það, þau Jóhannes Guðbrandsson og Iðunn Hauksdóttir og síðan verðum við hjá RML með svona umræðu og spjallum haglít atriði í búskap og draugum svolítið dæmi og kannski frá þessum fyrirlestrum. En takk kærlega fyrir í dag og bara góða helgi.